Já, það mun vera komin samkeppni til Reykjavíkur allavega. Dagvöruverslunin Prís opnaði og það virðist vera að sé verið verðsamkeppni í gangi sem að við erum nú ekki vön að sjá hérna. Það eru fákeppni og einokun á flestum mörkuðum. Ég fengi ekki sérfræðinga í þessum málum hingað. Breki Karlsson er formaður Neytendasamtakanna og Benjamin Júlían er verkefnastjóri verðlagseftirlits Alþýðusambandsins. Velkomin. Takk. Hérna, er þetta samkeppni eða er þetta svona gerjusamkeppni? Er þetta tímabundið að það er bara einhver að koma sér inn á markaðinn og nota lægra verð til þess að tróða sér þar inn og svo hækka verðið upp á sama stað? Þetta er náttúrulega stóra spurningin, en er á meðan er og við fögnum því náttúrulega að það sé komin alvöru samkeppni og við sjáum það að þarna munar töluverðið á mörgum vörum og það sem virðist vera að gera allan með það sem les úr viðtölum við forsvarsfólk verslunarinnar, þá er verið að skera burt milliliði og þar vitum við og höfum talað lengi að er fita sem má fara burt. Allar tækninýjungar snúast það að stafræn tækni snýst það að skera burt milliliði og hvað er svona milliliði, eitthvað sem heildsalar og hérna kaupir þetta bara beint auðvitað? Já, og flytja þetta bara beint inn sjálf sem er bara fín og góð leið og maður hefur svona oft velt því fyrir sér hvort að það sé þörf á öllum þessum heildsölum á Íslandi. Ég veit að heildsalarnir hafa það mjög gott eins og hérna þessi stóru ég fór yfir ástæðninga þeirra eftir hrun og þau náttúrulega höfðu verið í einhverjum fjárfestingum hérna og töpuðu miklu á hækkun lána. En þau voru ótrúlega fljótir heilsalarnir að ná sér. Ráku fyrirtæki sem er gríðarlegum hagnaði og voru bara orðin eiginlega skuldlítil 3 árum seinna. Þannig þau virðast að hafa ótrúlega tök á markaðnum, þessi fyrirtæki. Já, það rímar við svona þá tilfinningu sem maður hefur að það sé veruleg tækifæri til lækkunar á matvöruverði með því að skera niður eða fækka milliliðum. Sem að það bara bónus og krónan og fleiri sætta sig við að hafa? Já, og eru stundum í sumum tilvikum hagar og eiga nú milliliði sjálfir og og taka út hagnað þar sem kannski væntanlega sem að sést ekki alltaf þegar verið að bera saman íslenskar verslunarkeðjur við erlendis að þá verið að skoða, ég man ekki hvað það heitir verð seldra vöru eitthvað sem er svona aðferð til þess að bera saman álagninguna að þá er oft falið á bakvið að sömu aðilarnir eiga líka heildsöluna og eiga líka húsnæðið og taka húsaleguna inn og eitthvað fleira og eru að fela raunverulega hvað er gríðarlegt okkur hérna. En Benjamin, þú ert að skoða verðmiði alla daga. Já. Hvað er þetta mikil verðlækkun og á hverju? Sko á einhverjum vörum er þetta svona erfitt að segja svona strax á í fyrsta kasti þá voru mjög margar vörur, það var bara miðað undir allar vörur frá prís sem miðað undir verð allra vara sem að þau opnuðu með og bónus byrjaði strax að elta þau niður í einhverjum tilfellum. En það kapphlaup hefur síðan haldið áfram og ég er í dag búin að vera að skoða verðin aftur í bónus og prís og það er verið að lækka ennþá. Þannig að það er í einhverjum tilfellum, það eru svona lágjaðarsvörur, það sem að þessi jaðar sem þú nefnir er frekar þunnur eins og á mjólkurvörum, það sem hefur verið svona krónu fyrir krónu. Í einhverjum tilfellum þá hefur prís bara skotið niður fyrir sitt eigin kostnaðarverð að þeirra eigin sagna minnstakosti. Þau hafa sagt að þessu að gefa með vörunni, sem er náttúrulega ekki traust business model. Nei, og það er og í þeim tilfellum þá verðist bónus líka bara að halda sér höndum. En spurningin er einmitt svo hvort að þau séu þá að lokka inn fólk til þess að kaupa þær vörur sem að Breki er að tala meiri hlutin af vörunum sem að við sáum þegar við fórum hana í fyrstu umferð var vörur sem við höfum ekki verið með áður, sem við höfum ekki séð og voru ekki í rauninni samanburðarhæfar vöru fyrir vöru eins og aðrar. En jafnvel þar tók ég eftir að til dæmis kjúklingabönur virtust hafa lækkað hjá bónus í takt við sambærilegar kjúklingabönur frá prís. Það getur verið að jafnvel þær vörur drægi niður verðið í hinum búðunum sömuleiðis og það náttúrulega er mjög gott merki vegna þess að það er þar væntanlega sem að prís er með sóknarfæri sitt. Hvað er þetta mikið? Ég meina, ef ég fer og versla inn í prís miðað við hvernig það var þegar ég fór áður í krónuna síðan svona,
Er ég að spara 500 kall eða er ég að spara... Ég tók saman alla körfuna. Hvað kostar einn poki? Já, akkurat. Ég tók saman alla körfuna og það var nokkra prósentamunur. Það var svona kannski 3% munur á fyrsta degi. Ég þori ekki að segja, ég er að gera samanburðinn fyrir daginn í dag og þú sóttir mig bara úr búðinni sko, til þess að koma hingað að spjalla þetta. Þannig ég er ekki komið með stöðuna núna. Ég held að Bónus hafi í einhverjum tilfellum verið að reyna að jafna í það minnsta verðin. Þannig að munurinn er sennilega aðeins minni í dag en ég veit að prísi líka ennþá á leiðinni niður einhver verð og hefur einhverjum tilfellum stokkið niður 10, 20, 30 krónur í viðbót. Og svo er náttúrulega frækt dæmi millubrauðið og kíló Aleppo-brauðið sem er selt undir nafni prís sem er það bara selt á 300 krónur kílóið sem er mjög dýrt. En það er eina vörunum sem er greitt með. Þannig að maður ætti að skreppa þangað og kaupa ársberðir af brauði, setja í frestinn. Það er helsta sparnaðarráðið sem ég get boðið í augnablikinu, af því að það mun ekki endast. En þetta hljómar, þetta er ekki svipað og þegar Costco kom inn á markaðina sem var bara gríðalegu verðmunur. Eða þannig lýsti fólk því. Já, ef þú velur vörurnar vel, þá er alveg talsverður munur. Það er alveg einhverjar vörur, það var, ég held í 10% tilfella var 10% munur á verði. Og það er alveg eitthvað sko. En það var á laugardaginn og eins og ég segi, það er erfitt að fylgjast með, maður þarf að fara inn í þessa búðir, þau eru ekki meðverslanir, þannig við getum ekki skoðað þetta dag fyrir dag. Þannig að við þurfum bara að handprófa hver verðin eru þarna og það er í dag og í gær sem við höfum verið að keyra þann samanburð aftur. En stundu þegar það er svona verð samanburður á milli verslana, þá eru valin eitthvað svona karfa og það er alltaf sama karfan. Og þar er búðirnar að keppa og þar er frægt að krónan er alltaf 1 krónu fyrir ofan bónus. En svo þú ferð inn í búðirnar, þá er þetta ekki, þú kaupir ekki bara eftir þessu lista. Nei, og ég held að... Þá er verið að taka af þér sko góða álagningu alls þar í kring sko. Mér grunar að það sé einmitt módeli hjá prís að reyna að fá fólk til þess að venjast með því að koma inn til þess að kaupa ársbyrðir af millubrauði. Þá kaupa það kannski í leiðin eitthvað af þeim nýju vörum frá nýjum aðlum sem að þau kaupa sko frystikistu með þessu brauðinu að geyma áspyrðir. Já, það er ekki allir svo hefðir, ég er ekki með frystikistu til að geyma allt þetta brauð sko. Þannig að ég verð að bara kaupa þetta dag fyrir dag. En já, ég held að það sé mögulega sko, það sem allavega, ég held að það séu góða fréttir þegar að meira vöruúrval býðst líka vegna þess að við erum með mjög ákveðna fasta liði í vöruinnkaupum sem eru í boði í öllum verslunum og ég held að það sé bara góðs viti ef það er verið að prófa eitthvað nýtt. Það sem gerist þegar þú ert með 20-30 ár, það sem er ekki verið að prófa afgerandi nýja hluti er að ríki byrja svona dálítið að setjast á markaðinn. Og það fer bara einhver svona frekar hversdagslegu leikur í gang þar sem að krónan er 1 krónu yfir bónus og það er búið að vera svoleiðis í sko 20 ár. Já, og sko þegar ég byrjaði að skoða verð þarna í fyrra, þegar ég byrjaði í þessu hjá ASI þá var það einmitt það sem ég rak augun fyrst í, þessi krónumunur og eftir því sem ég breikkaði sviðið sem við vorum að skoða þá hætti það ekki. Það er, krónumunurinn er ekki bara á körfunni, hann er bara á næstum öllu. Samkomulagi milli þessara verslana er það að bónus er ódýrastur og krónan er krónu dýrari. Það lítur út fyrir það, já. Það er bara samkomulagi og svo bara hækka þau jaft og þétt og ná aukinni framlegð. Hvort sem takja hann út í gennum húsaleguna eða heilsuluna eða eitthvað annað slíkt. En ég nefndi Costco. Þegar Costco kom inn og við munum eftir því að það var margt sem var sko miklu ódýrara og líka svona annars konar vara eins og þú ert að vísa í hafði svona mikil áhrif. Ég held að það var ekki Costco Facebook-hópur sem er eiginlega 90.000 manns eitthvað sem að fylgdust með því að þetta var bara þetta greip huga fólks allavega á höfuðborgarsvæðinu. Síðan svona eins og Costco hafi svona settlast bara, náði ykkur, ég veit ekki 8% markaðshlutdeild og svo náður henni og svo bara hækkaði verðið upp að þessu því að það er fáránlegt fyrir Costco frá eigendur Costco. Akkur ættu við að vera með 25% lægra verð heldur en hinir. Akkur ættu við að gefa almenningi það, við tökum það bara eins og hinir og svo er kannski 3% munur á einhverjum svona líkilvörum en annars er þetta bara orðið það sama. Er þetta ekki bara hægt við að prísi að gera sama leik núna, að tróða sér inn á markaðinn, setjast þar niður á einhverju 4-5% markaðshlutdeild á einni búð, mögulega bæta við einhverju fleirum en fara svo bara í fákeppnina með hinum.
Já, það verður framtíðin bara að leiða í ljós, það ekkert að ætla það. Þau segjast ætla að... Það náttúrulega fólk sem stóð á bak við krónuna og bónus, sko, sem að gerðu, þetta eru fákeppnis, þetta eru heimsmeistarar í fákeppni. Jú, en þau vilja leggja áherslu á það að þau komuð hann inn rétt fyrir þjóðarsáttina frægu á sínu tíma með bónus og maður hefur heyrt einhverja allavega þakka bónus að hluta til fyrir að þjóðarsáttin héldi. Þannig að, en eins og ég segi, sko, það alveg góð tækifæri til að lækka vöruverð. Vöruverð á Íslandi eitt hið hæsta í heiminum. Við erum alltaf að keppa efstu 3 sætin. Þannig að það hlýtur að vera hægt að gera betur og ég vona svo sannarlega að þess innkoma prís á markaðinn verði til þess að það verði raunveruleg samkeppni og að neytendur fái loksins að njóta þess. Það sem maður vonar náttúrulega líka að það lítur náttúrulega aldrei flott út þegar það verið að keppast krónumun. En það er svo skert fyrir þig og þeir sem að mæla, sko. Já, í rauninni, sko, en það sem maður myndi vona náttúrulega er að þetta haldi aftur af hækkunum. Það var til dæmis páskana, þá var svolítið furðulegt svona verðkapplaup páskaegg og þar voru heimkaup og ekstra að draga verðið niður nokkrar krónur en það hljómaði ekki merkilegt, þetta reiknaðist til að það hefði tekið marga mögulega einhver ár að koma niður í 0 sko, úr því stíu á þessum hraða en það sem þetta gerði var að halda aftur af hækkun sem hefði orðið sem að var fyrirsjáanleg bara út af því að allar súkkulaðivörur og allt kakó var byrjað að hækka í verði mjög á þessum tíma þannig að það getur alveg verið að það sé smá beisli í þessu líka og það ég meina bara á þessum tímum mjög sérstakt að horfa upp á verð lækka yfirleitt. Við erum búin að sjá, nú erum við með vísitölur yfir verðhækkanir frá kjarasamningum. Það hefur verið að hækka tiltölulega taktfast frá kjarasamningum mánuð fyrir mánuð svona 0,5%. Og núna fyrsti mánuðurinn það sem við sjáum og það áður en prís opnar að verð byrjar að lækka. Að vísitalan að lækka. Það hefur verið ýmislegt gert til þess að, ég veit ekki hvernig þetta orðið, örva samkeppni á Íslandi, meðal annars var búin til eitthvað svona í tengslum við kjarasamninga, þar sem voru fleiri vörur settar inn í eitthvað svona mælingu. Hver var niðurstaðan á því? Var það ekki niðurstaðan svo að það hjálpaði eiginlega verslunareigandunum í fákeppninni að því fleiri vörur sem voru meldar? Já, verðgáttin, hún var of lítil. Það voru einhverjar 150-200 vörur í henni og niðurstaðan af því var að nettókrónan og bónus sem voru með vörurnar þar, þær bara fjallu allar á sömu upphæði rauninni. Þannig að körfumunurinn var næstum engin. En það er náttúrulega, sú gátt ekki virk lengur, sko. Það samanburðirnir sem við erum að gera núna og sem við höfum núna gert aðgengilegri fyrir fólk til þess að fletta upp sjálft eru yfir bara allt vöru úrvalið meira eða minna. Að minnsta kosti allt vöru úrvalið þegar kemur að dagvöru og matvöru. Og ef þau ætla að keppast að jafna öll verðin þar, þá náttúrulega þau bara búin að lækka öll verðinir og það sama yfir alla búðina. Það ekki að fara að gerast. Þetta dagvörumarkaðurinn, en svona eiginlega allir markaðir hérna hjá okkur. Það sem að þeir sem að ráða yfir honum, það sem yfirleitt 2 eða 3 aðilar, að þeir samræmast bara eitthvað verð og mjólka svo okkur. Jú. Það staðan í þínu landi, eða fór maður eitthvað sakra. Það ekki samkeppni. Hún svona takmörkuð og þess vegna svo mikilvægt þegar að henni hleypt af stað og eins og með prís að það sé hrist upp í hlutunum og saman með innkomi Costco. Ég held að Costco sé ennþá með lægsta bensínverði til dæmis og það alveg sjáanlegt, sko, það hækkar bara frá þessum miðpunkti bensíns á Íslandi og það fyrir bara hækkandi eftir hversu langt þú fer frá Costco. Þannig að jú, það er ákveðin samkeppni. Það svo sýndar samkeppni, sko, að vera bara með nokkra dælur fyrir utan til þess að fá fólk til þess að koma í búðina þína. Já, en ég minna að en fólk kaupir samt þar og spara peninga. Það er eins og maturinn í IKEA, lág álagning á honum, en það er bara til þess að fá fólk inn í búðina. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta ekki svona raunverulega eins og okkur kennt að svo samkeppni í að virka að marka það sem að fólk að bítast á markaði til þess að bjóða fram bestu vöruna á hagstæðasta verðinu.
þetta bara eitthvað hljómar eins og þetta eitthvað góðsögn, en það passar ekkert við Ísland. Það virðist verið allavega að það eru á flestum mörkuðum eru mjög fáir og hverju sem eru að kenna þá eru við náttúrulega fá þjóð og en já, en þegar það gerist, það kemur svona inn þá hristir það upp í markaðum og raunveruleg samkeppni, hún virðist allavega í tímabundið í það minnsta, vonandi til frambúðar vera að virka. Já. Þetta náttúrulega, Ísland lítið land, lítill markað með mjög stórt síki utanum, það bókstaflega, það er mjög erfitt fyrir Íslendinga að fara eitthvað annað að versla, þannig að ég keypti til Svíþjóðar eins og Norðmennirnir. Akkurat, og þú getur á Íslandi ekki, þetta er bara á jafnlitlu markaðsvæði hættan er alltaf svo að það verði mjög fáir ráðandi aðilar. Það er í eðli og þess vegna þurfa samkeppnisyfirvöld bæði að vera með vígtennur og þurfa að vera mjög á varðbergi. Og eins og þú nefnir með að stór hluti verðskeiðunar sé í eigu fárra aðila og að sömu aðilar eigi stóran hluta af verðskeiðunni getur verið vandamál líka. Það getur vel verið að það væri eitthvað sem að... Samkeppnisyfirvöld hafa sætt sig við það. Samkeppnisyfirvöld hafa sætt sig við að Bónus og Hagkaup sameinuðust, þau fengu að kaupa 10-11, þau mega eiga heildsöluna og þau mega eiga húsnæði sem er leigja sjálfum sér. Samkeppnisyfirvöld þau fallast alltaf á því að stærðarhagkvæmni muni leiða til ódýrsverð, lægra verð til neytenda, en ekki samkeppni. Það er spurning hvort að þetta sé eitthvað sem að samkeppnisyfirvöld eða löggjafinn þurfa að breyta, það er bara eitthvað sem ég þekki ekki. Viðmiðin náttúrulega, við sjáum það í Bandaríkjunum núna til dæmis að tæknigeirinn er undir smásjá beggja flokka í Bandaríkjunum og það verið strax verið að hafa afleidd áhrif í því að þeir byrja bara að haga sér öðruvísi, þeir byrja bara að vera aðeins vingjarnlegri í sinni vera síður útilokandi jafnvel á sviðum þar sem að samkeppniseftirlitið er ekki þegar byrjað að skoða máli. Þannig að það getur myndast svona stemming í því og ein leið til þess að hleypa upp stöðnuðum markaði er að opna nýja verslun. Önnur leið er að samkeppniseftirlitið býti. Þeir hefðu þá að breyta eitthvað svona stefnu sinni og fá stuðning stjórnvalda til þess að geta rekið almennilegt samkeppniseftirlit? Ég held að stuðningur stjórnvalda sé alveg lykilatriði. Hvað segir þú um það? Já, það þarf að stórefla samkeppniseftirlitið, það er alveg augljóst og hefur legið fyrir lengi. En það hefur verið veikt á undanförnu og þeim hefur verið gert að skera niður og sem er miður og sérilagi í ljósi stórra sameininga og stórra mála sem það hafa verið að fjalla eins og við höfum fjallað hér áður með samkeppnislagabrot og sem er náttúrulega bara aðför að neytendum. Og það er 1,5 stöðugildi til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir, annars eru þau bara að sinna erindum. Maður fær á tilfinninguna einmitt með eins og rísa innflutningsmálið þarna með Samskip og Eimskip að það hlýtur að hafa tekið bara allan mátt samkeppniseftirlitsins á meðan það var í gangi. En aðrir hlutir kröfðust kannski athygli eftirlitsins líka og svo verður náttúrulega minnast á búvörulögin sem voru samþykkt heimild til samruna í rauninu undanþágu frá samkeppni. Sem er líka ekki eðlilegt. Þegar við horfum á hvað vantar þarna og hvað þarf til þess að hvetja til samkeppni, þá er samkeppniseftirlit sem er ekki bara, það sem að því er ekki bara gert að halda fyrir annað auga, er náttúrulega lykilatriði. En nú er ég að tala svolítið svona eins og íslensku neytandi sem er langbarinn og svona án að fara að gabba með eitthvað til þess að fara í þessa búð og örva samkeppnina. Ég skipti verið í Nóa þegar það verið samkeppni þar en það er engin verðsamkeppni lengur í fjarskiptamarkaði. Það er bara, mig var bara hækkaður, reikningurinn minn var hækkaður bara þegar Nóa var búin að fá sína markaðshlutdeild sem ég ætla að lifa af og þannig hefur ég verið narraður hingað og þangað. Er það þannig að ég eigi eftir sem áður að hlaupa alltaf til þegar kemur og standa með þeim sem kemur nýr inn í samkeppnina? Þetta er tryggingamarkað, þú kannast við að fólk sem fór yfir í vörð og ég meina þetta er löng saga að skipta yfir í, svo er það bara hækkað aftur upp í. Það er engin áskrift í matvöru. Þú getur skipt matvörubúð á morgun þó þú sért í einni í dag. Þannig að það er miklu kvikari markaður, það er miklu auðveldara að hafa aðhald þar. Það er engin skiptikostnaður annar heldur en að velja sér annað bílastæði. Þannig að við gætum haft áhrif með buddunni sem hægri menn halda stundur fram að við neytendur getum stjórna heiminum með buddunni, ég hef ekki mikla trú á því. Já, í þessu tilfelli, það er auðvelt að aga prís ef að verðin þar reynast í næstu viku ekki verið jafn há, þá erum við í verðlagseftirlitinu með ánótunum, getum látið vita á því strax og ég held að það felst alveg eitthvað aðhald í því. Benjamin, vinnum við að fara í prís? Hefur þú búin að fara í prís? Ég fór í gær, já, og
miðvikudegi klukkan 2 var alveg tróðfullt af fólki og það var alltaf Það búið að vera þannig allan tíman sem opnuðu. Þannig að mér sýnist neytendur vera að taka þessu vel og ég trúi líka ekki öðru heldur en sko, óháð því hversu staðnaður þessi markaður þá trúi ég ekki öðru heldur en að einhver í Bónus sé ekki hrifinn. Ekki og það ekki hrifinn af stöðunni. Það bara hlýtur að vera að það hversu hratt hafa breytt. Þau voru byrjuð að lækka verð hjá sér samdægurs eftir opnun verslunarinnar. Vissulega getur verið að þetta endist ekki að eilífu og það er náttúrulega augljóst að verð muni ekki bara lækka til eilíðanóns, en það hversu skyndileg breyting þetta var og hversu viðstöðulaus viðskipti hafa verið í gangi þarna inn í Prís bara frá því að þau létu vita að þau hefðu opnað á laugardagsmorgni segir manni að það er þorsti í að prófa að kaupa aðeins ódýrari vörur þó að munurinn sé alltaf pínlega lítill þá er samt þetta er eitthvað sem að fólk er til í að veita þessu það aðhald sem það þarf. Kerfið er þannig að það leiðir til fákeppni. Ég nefndi Costco áðan og ég meina það var alveg örugglega þeir settust yfir það að meta það hvort það ætti að opna nýja búð í Korputorgi eða eitthvað staðar þeim stað, svona annar staðar í höfuðborginni og taka þá bara helmingi stærri markaðshlutdeild og halda áfram verðsamkeppninni en þeir tóku ákvörðun það að þeir myndu aldrei græða meira á því þótt þeir væru með sko 3 búðir á lágu verði heldur en að fara og hækka upp til okrarana og móka inn peningum í Costco í Garðabæ sem mér sagt að sé sko tekju hæðsta búðin hlutastlega í heiminum sem Costco. Þau bara hefur aldrei opnað búð í öðru eins undralandi eins og Íslandi. Það er vonandi að Prís hafi, sem er nú ekki mjög langt þaðan frá, að það hafi nú áhrif til lækkunar líka og eins og Júlían segir þetta hefur áhrif á aðra verslanir líka að toga niður verðin. Og það sem gladdi mig mest var að sjá að þegar að Bónus byrjar að lækka verð þá skilur þetta sín líka út fyrir höfuðborgina sem að ég held að skipti fólki annars staðar á landinu náttúrulega mjög miklu máli. Krónan er með línuna að hafa sama verð alls staðar. Já, ég hef aldrei séð merki annað en ég ætla náttúrulega að fylgjast með því líka. Það væri náttúrulega mjög leiðinlegt ef að það myndi vera niðurstaðan af þessu að það væri bara Costco, Prís og Bónus á lægsta verði í bænum og svo á Akureyri og Egilsstöðum væru með hærra verð. Það væri hundleiðinlegt og ég held að það væri til búðunum til skammar og þess vegna ætla ekki að gera það. Herru, takk fyrir að koma hingað og tala þessi stórtíðindi. Það virðist vera sem samkeppni á Íslandi. Allavega takmörkuðu svæði. Breki og Benjamin, kærar þakkir. Takk. En við setjum áfram og reynum að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.